Nú ætlum við að snúa okkur að margföldun og hvernig við setjum upp margföldunardæmi. Enn og aftur mæli ég sterklega með því að þið notið rúðurnar, það er að segja láti hverja tölu fylla upp í eina rúðu eða því sem næst og notið rúðurnar til þess að hjálpa ykkur við að halda góðu skipulagi á dæmunum. Þegar við erum að margfalda að þá þarf ég svo sem ekkert að kenna ykkur hvernig við margföldum saman tölustafi eða tölur sem eru bara einn tölustafur hvor. En þegar þetta eru tveir tölustafur og einn tölustafur þá skiptir í raun ekki öllu máli hvor talan er upp og hvor talan er niðri. Þið þurfið ekki að fylgja sömu röð og er í dæminu, þið megið snúa röðinni við. Þetta er eins og í samlagningu, þá megið þið líka snúa röðinni við. En í frádrætti eða mínus og svo deilingu þá má ekki rugla þessu neitt. En við byrjum bara á að margfalda saman tölurnar sem eru hér. Við byrjum á þessari tölu og margföldum hana fyrst við töluna sem er aftast. 4 sinnum 2 eru 8. Engin afgangur af því neitt. Þetta eru bara 8, engin tugur. Og svo 4 sinnum 1 eru 4 og við erum komið með svar. Í næsta dæmi er þetta aðeins flóknara. 7 sinnum 6 gefur mér 42. Þá ger ég tvistinn hér en ég þarf að geyma fjarkan. Vegna þess að ég má ekki skrifa hann bara hérna fyrir framan því að það á eitthvað eftir að koma því eftir að margfalda sinnum þessir 3 hérna. 7 sinnum 3 eru 21. Ég get alveg skrifa það eitthvað stæði til hliðar ef ég vil. En með æfingu þá þjálfist ég að þurfa þess ekki. 7 sinnum 1 eru 20, 7 sinnum 3 eru 21 segi ég. Við þurfum að bæta þessum 4 sem við gemdum áðan við. Þannig við fáum 25. Er eitthvað meira eftir? Nei, þá megum við skrifa tvistinn og við erum komið með svar. Þegar við erum að margfalda saman 2 tölustafatölur eða jafnvel 3, þá er þetta sama grundvallarreglan. Við byrjum aftast í neðri tölunni, klárum að margfalda hann í gegn eins og við gerðum áðan, svo förum við í tölu númer 2 og margföldum hann í gegn. 3 × 5 eru 15, geymi 1, 3 × 3 eru 9, pluss þessi 1 eru 10. En að því ég er að margfalda með hérna ekki einum heldur í raun og veru margfalda með 10, þá byrja ég á að gera 0 hérna áður en ég byrja. Ég má líka bara skilja eftir eyðu hérna. En til þess að koma í veg fyrir að ég gleymi því, þá er ágætt að gera 0. 1 sinnum 5 eru 5, 1 sinnum 3 eru 3. Svo legg ég þetta saman, 5, 5 og 4. Við erum komið svar. Í næsta dæmi þá gerum við nákvæmlega eins. Við byrjum aftast, margföldum í gegn. Tökum svo þessa tölu, margföldum í gegn og svo þessa og margföldum í gegn. 4 sinnum 3 eru 12, 2, geymi 1. 4 sinnum 2 eru 8, pluss þessi 1 gefur mér 9 og 4 sinnum 1 gefur mér 4. Geri 0 fyrir næstu tölu, 3 × 3 eru 9. 3 × 2 eru 6 og 3 × 1 eru 3. Þriðja talan, þá er ég raun og veru að margfalda með 100, þá ger ég ekki 1-0 heldur 2. Og ef ég væri með 1 tölustaf viðbót, þá myndi ég gera 3-0. Alltaf 1-0 meira eftir því sem að línurnar færast neðar. 2 × 3 eru 6, 2 × 2 eru 4 og 2 × 1 eru 2. Svo leggjum við saman 2. 9 pluss 9 eru 18, geymi 1, 6 pluss 6 eru 12, pluss 4 gefur mér 16, pluss 1 eru 17, geymi 1, 3 pluss 4 eru 7, pluss þessi 1 gefur mér 8, 2. Þetta er 28.782. Það sem ég verð að passa er að halda skipulaginu góðu þegar ég kom með svona marga tölustafi. Muna að bæta við 0, 1 í línu 2, 2 0 í línu
3. Ef að útkoman endar á 0, hérna fyrsta markvöldurinn, þá er það aukar 1-0 í viðbót. Ég er ekki búinn að gera það 0 með því að gera þetta. Eins ef ég þarf að geyma oft, sem sagt, í hinum lífnum þá er ágætt að gera það hérna fyrir ofan. Að lokum ætlum við að athuga hvernig það virkar ef við erum að markvalda með kommu. Við gerum það í raun nákvæmlega eins. Við byrjum á að leysa dæmið eins og það sé engin komma. 5 x 4 eru 20. Geymum 2. 5 x 6 eru 30. Pluss þessi 2 eru 32. Geymum 3. 5 x 1 eru 5. Pluss þessi 3 gefur mér 8. 5 x 16,4 er ekki 820. Því að hér er komma. En hvað eru margir tölustafir fyrir aftan kommuna? Það er bara 1. Er ykkur í fleiri stafir fyrir aftan kommu hér? Nei, þetta er bara þessi eini. Þess vegna færum við kommuna 1 sæti. Hún er í raun og veru hér. Færum hann 1 sæti. Þannig að hún kemur hér og svarið er 82,0. Næsta dæmi leysum við nákvæmlega eins. 6 x 2 eru 12. Geymum 1. 6 x 6 eru 36. Pluss þess eini gefur mig 37. Geymum 3. 6 x 5 eru 30. Pluss 3, 33. Geymum 3. 6 x 3 eru 18. Pluss þess eini gefur mig 21. Svo er dæmi búið þannig að ég má gera 2 og svo 1. Svo ger ég 0. Þið sjáum að ég er ekkert að spá í kommunar strax. 1 x 2 eru 2, 1 x 6 eru 6, 1 x 5 eru 5 og 1 x 3 eru 3. Legg þetta saman. 2, 9, 9, 6 og 5. En nú fer ég að telja. Hér eru hve margir stafir fyrir aftan kommu. Sjáðu hérna. 1, 2 og hvað eru margir hér? 1 í viðbót. 2 stafir hér, 1 hér. Gefum við samtals 3. Þá færi ég kommunum 1, 2, 3 sæti sem gefur mér svar upp á 56,992. Þá er þessu lokið.